Ég heiti Arndís Þórarinsdóttir og ég skrifaði þessa bók, Morð og messufall, með vinkonu minni Huldu Sigrúnu Bjarnadóttur. En þetta er þriðja skáldsagan okkar sem við skrifum saman. Bókin er létt og skemmtileg samtímasaga úr Reykjavík, glæpasaga, fjallar unga konu sem er nýútskrifuð úr guðfræðideildinni, mætir í atvinnuviðtal og þau presturinn ganga fram á lík. Úr verður að presturinn neitar að ganga frá ráðningu æskulýðsprests en býður henni að aðstoða sig í ótímabundið meðan er verið að vinna úr þessu morði. Svo að hún Sif okkar reynir að leysa málið í vonum að það hjálpi henni að fá stöðuna. Þetta var kannski blast ekki alveg við að skrifa sögu sem að gerist inn í íslensku þjóðkirkjunni. En þjóðkirkjan er svo áhugaverð því að þú veist, eins og öll þessi stóru kerfi, það er líka alveg gaman að skrifa eitthvað sem gerist inn í heilbrigðiskerfinu eða skólakerfinu, menntakerfinu, af því að það eru svo margir snertifletir við líf fólks og þjóðkirkjan er kannski alveg sérstaklega þar, af því það eru bara lífsins stærstu stundir. Þar eru oft einhver aðkoma kirkjuna þjóna. Og einmitt í glæpasögum þá erum við alltaf að vinna með líf og dauða. Svo að þetta einhvern veginn passaði dálítið skemmtilega saman, þannig að við ákváðum að prófa. Okkur langaði þetta að skrifa bók sem er fullkomin ferðafélagi bara inn í sumarið. Að taka hana með sér í bústað, grípa hana með sér í leifstöð í fríið. Þetta er þannig bók, þetta er svona létt og skemmtileg bók sem gerir vonandi góðan dag betri í sumarfríinu. Forlagið.